Beint live from Sandgerði, hlaðvarpið Sæll bróðir. Og hér eru þáttastjórnendur ykkar Arnór og Andri. Skálbróðir, velkomin á pallin minn. Skálbróðir og Það pallurinn hjá mér. það pallurinn og ránaði með sko að ég var ekki til í þetta. Nei, En þú ert búinn að eitra allt saman hérna og já. bara fyrir mig. Já, en ég... Það er nú hrossafluga beint fyrir aftan þig. Nú, Hver ertu búinn að eitra? þetta eitthvað lélegt eitur sem ég nota. Varstu ekki búinn að eitra? Jú, ég var búinn að því, sko. Herru, en þetta ekki hrossafluga. Hvað er þetta? Þetta trippafluga. Ha? Þetta trippafluga. Trippafluga? Já. Hvað er þetta? Það er svo sé að deyja sko. Ertu búinn að... Nei, sko, trippaflugur, Já. ég get sagt þér það, að Já. þær koma í enda júlí og eru síðan til byrjun október. Þessi fokkin stór sko. Síðan, og þær nýta tíman rosalega vel. Já. Það sko í lok júlí, þá maka þær sig bara vilt og galið, bara Já. crazy, þú veist, sérstaklega í þessum aðstæðum, sko. Já. Það er komin á pallinu Arnóri. Já, en þú veist, þær eru búin að vera sko svona 10 á glugganum, en núna þetta bara ein krútleg hérna eitthvað. Þessi er nú ekki krútleg. Jú, Sérðu hvað hún er krútleg. krútleg. Þykk sko. Hún er þykk og krútleg. En En við erum komnir á pallin hjá mér og til hamingju með nýja húsið. Takk fyrir. Þetta Loksins. Fyrsti þátturinn í nýja húsinu og það er bara gott að geta nýtt það vel. Já, þetta verið úti. Nýta sólina, nýta pallin. Og Það getur verið úti á bólnum, það er ekki átt sem það er hægt. Nei, nákvæmlega. Ágúst. Og þú veist, þetta er bara svona summer up sumari þessi bóli, sko. Já. Bara Jamal. Og minn er bara, sömur ekki upp neitt, þetta er bara afmælisgjöf frá Jú, þetta systur er náttúrulega nýji leikmaður Everton Norgard. Nuga. Christian Nuga. Christian Norgard. Mats Nuga. Mats Norgard, sko. Geggjaður sko. Þú ert að fara að hlaupa? Já, ég er að fara að Er það ekki hlaupa. bara á laugardaginn? Jú, það er bara laugardaginn. Ég puntaði niður hjá mig sko, bara svona, það er svo langt síðan ég pantaði þetta. Pantaður hvað? En maður þarf náttúrulega að borga sig inn í hlaupið, sko. Já, en þú veist, pantaður hlaup? Já, það ert að panta og borga og þá færði númer og allt saman. Og svo dettur inn í hann að hlaupa styrkstæmið, sko. Einmitt, þú ert að hlaupa fyrir Píeta. Hún er komin á þig núna, sko. Já. Þetta er ógeðsleg fluga, maður. Hvað? Þetta er að byrja illa, maður. Jæja, heyrðu. Já. Hrossaflugu. Hver er tilgangurinn með hrossaflugum? Þetta er trippafluga. Hver er trippafluga? Hver er tilgangurinn með henn? En, ok. Hvað varstu búin að punta niður, Andri? Þú er búin að skráði í þetta Reykjavíkur maraþonum helgina. Þú ert að hlaupa fyrir Píeta. Ég er að hlaupa fyrir Píeta og það er hægt að styrkja mig með því að fara á hlaupastyrkur.is. Já, gerið það, endilega. Andri Snær Sölvason, leiti bara nafninu þar og ég er búin að safna alveg 33.000. Herðu vel gert. Það er geggjað. Til hamingju, þú ert að hlaupa með með Hrafnkeli bróður. Já, og ég vil bara þakka öllum sem eru búin að styrkja mig. Já. Skál fyrir ykkur. Já, skál fyrir ykkur. Það er sko fullt af fólki að hlaupa, bara endalaust fólki að hlaupa. Já. Sem mæli líka með að styrkja ljósið, það er ljósið á Píeta. Ljósið og... Það er bara fullt af fólki til að hvetja á laugardaginn. Hvenær er þetta á laugardaginn? Sko, ég var bara að komast að þessu, ég var eiginlega ekki að komast að þessu. Ég fekk post í dag, það er bara allt morandi í þessu, ertu búin að eitra það? Já. Ertu ekki með spreyið hérna hjá þér? Nei. Þú ert ekki búin að eitra. Ég er búin að því. Nei, þú ert ekki búin að eitra. Ég er búin að því. Þú ert ekki búin að eitra. Ég er búin að eitra fyrir þið. Ég er að segja þér það. Það er allt morandi í þessu. Nei. Jæja, hörðu. En já, ég sem sagt, ég er ekkert búin að æfa mér rosalega mikið, sko. Þú ert búin að hlaupa smá? Já, ég tók 5 kilometra á laugardaginn síðasta. Já. Og svo 7 kilometra á sunnudaginn. Já. Já, í síðustu viku. Svo held ég að ég taki kannski á 5. eitt aðeins lengra, bara útihlaup. Já. Bara svona til þess að koma mér í gang. Ertu að hlaupa 10? Já, ég er að hlaupa 10 nefnilega, ég er ekki ennþá búin að hlaupa 10. Já. En ég hljóp 10, sko, mál, nei, síðast ég tók 10 í fyrra. Þá tók ég 5 kilometra deginum áður. Já. Og svo tók ég bara 10 daginn eftir. Já, ok. Það verður ekkert mál, sko. Nei. Það verður með ekkert barlóm. Nei. Ég held að það verði ekkert mál fyrir þig. Af því að þetta er líka, þú veist, þetta er svona uník hlaup. Ég held að þú getur hlaupið, sko, þú veist, þess svona 5 km lengra en þú gerir vanalega. Já. Út af stemningunni sem er í gangi. Ég meiri segja, ég er ánægður að ég fór ekki all in í, sko, hálfmaraþon. Ég ætlaði að fara í hálfmaraþon.
Já. Ég var alveg, fyrst ég er að þessu Já, en þú já. veist, ég ætla bara að byrja rólega Þú gæti tekið á næsta ári Já. hálfs kílómetra og þá tekið ég 10 eða við gætum hálfs kílómetra Nei, já, Já, ég get tekið kannski 500 metra á næsta ári ekki kannski Ég skal Ég taka skal kannski taka hálfs 500 metra kílómetra. Já Hálfs kílómetra Hálfs kílómetra hlaupið Já, ég skal taka það Nei, þú veist, en við ef okkur gengur illa núna þegar enski boltinn að gangi í garð að þá, Já. ef okkur gengur illa með þessi fantasílið okkar Já. að þá getum við hlupið heilt marathon Já, þá er það bara þannig kannski tek ég bara heilt marathon þá líka næsta ári Já, með þeim sem tapar já, það væri alveg gaman sko það verður stemmari sko og að geta tekið fyrsta marathonið sitt sko Já, það er alveg það er stolt í því Já, mér langar að gera það einu sinni í lífinu veit ekki af hverju Já. þetta er bara eitthvað svona You did it, Já. dæmi sko þetta er bara eitthvað svona flott Já. þá get ég hægt að hlaupa Já, þetta er svona já, eins og topp mér finnst það að vera svolítið svona toppurinn á hlaupi Já, að þegar ykkur segir já, ert þú mikið að skokka? Já, ég er búin að taka 1 marathon og það er bara svona, Já. ertu búin að taka marathon? wow Svo bara hætti ég að hlaupa, hætti toppnum bara Já, er þetta ekki, þetta er kannski, ok, alls ekki það sama en samt svona, þú veist, þeir eru búin að ná 180 í bílunni Einmitt, og þá er þetta svona, ég er búin að ná 180 einu sinni Einmitt, þú bara, Já, ég er bara do it for love of the game sko. já, akkurat En svo getur við orðið viltari, svo held ég að þetta sé hættulegt, þú getur farið í hináttina og orðið gjörsamlega klikkaður í hlaupi sko og farið bara í bakgarðinn og bara Já, ég held að þú takir ekkert marathon og hættir að hlaupa held ég, sko Ég held að Nei. fáir alveg bakteríuna, sko En ég held að við langið samt ekkert í bakgarðinn Ég held að það sé bara Er ekki Steindi að fara í það? Bakgarðslaupið? Já Nei Jú Er hann að hlaupa 7,5? Já. Hvíla í 30? Nei, Já. hvíla, ekki eins og hvíla Hann fær alltaf hvíla ef hún er ekki Þeir klára eru á góðum bara, tíma þeir voru með heilan þátt að tala um styrki sem ætla að fá í þetta og eru með peppaðasta tjaldið og eru að keyra hann í gang og Ég held að Steindi sé að fara að deyja á 3. hring sko. þeir eru með hérna, bara áfengi og eitthvað í tjöldunum og þú veist og hann er að fá sér skot og þú veist þetta er alls eitthvað vitleysa sko Hann lítur að vera að fara þá stittra en 7,5 í hverjum hring Nei, bara bakarslupið, hann er bara að gera það sama þú veist, af því að hann er búin að segja að hann geti gert þetta Það er, vá Já, Þú veist, ég tók 7, þú veist, ég var að taka bara svona þú veist, til þess að bara sömma upp geðvíkina í bakarsluppi Þú veist, ég var að taka núna 7,5 bara svona til þess að svona ok, reyna að venjast lengri vegalengd já, Þau eru að gera þetta bara á klukkutíma Það er bara 7,5 hver klukkutími já Bakarsluppi er 7,5 og ef þú klárar á 50 þá farið 10 mínútur til þess að hvíla þig Já. Svo bara byrjar aftur á Svo byrjar næsti klukkutími Já, þetta er alltaf 7,5 á Já. hverjum klukkutíma Já. Fólk er bara gangandi í þessu í jafnvel 2 sólarhringa Já, þetta er bara sturlun Þetta er ekkert nema sturlun Já, shit Já, þannig að þú ert ekki peppaði fyrir því Nei, en ég peppaði fyrir Reykjavík-maraþoni Já, Það verður gaman það verður veisla Ég er sko, það var mánudags brúðkaup í gær sem ég fór í Já, það er, ég var einmitt að sjá hana, bara Instagram, þetta er svo steikt Já. Þetta er akkurat dagur sem allir er að byrja að vinna aftur Já, Allir akkurat skólar að byrja að vinna störfu og svona Já, þú veist, þetta er bara, svo er þetta bara geggjað út af því að hérna það er ekkert mál fyrir fólk að redda pössun það er engin, þú veist, það eru allir bara heimi á sér Já, Og- allir og afar er ekki að gera neitt á mánudöfum Nei, og krakkandi fara bara í leikskólan daginn eftir, skilur Emmitt Þannig að hérna, Já. og þú tekur á þig kannski Frí í vinnu. slæman, já, frí í vinnu eða bara mætir í tekur á þig vinnudaginn Einmitt. en svo líka bara, þú veist, þetta er allir fóru á sama tíma, bara svona korter í 12 Já, skilur af því að allir eru að fara að vinna já, það var bara þægilegt Já, engin gat verið lengur Nei, ég getur ekki með lætið eða þannig þannig að, veist að byrjaði 5 Já. og svona rétt fyrir 12 þá var það bara búið og Þetta er alveg sniðið, sko það var sambandsamælis dagur þeirra Já, það hlaut að vera Já, mjög Þannig að fallegu dagur Bara besti mánudagur í heimi Já, Ég ég mæli með, sko þó að það sé, sko, mánudagur til mæðu þá, þú veist, að þurfa einhverjar að taka þetta á sig, sko Já, ég meina, ég fættist á mánudegi Þú fættist á mánudegi, þannig að mánudagur til mæðu og þú veist, Ég og var er að ekki uppgjósta það bara fyrir árið síðan, sko Þú veist, ég var að fatta það þegar ég spurði chat á hvaða degi fættist ég Já, ég er á þriðjudegi, held ég Aha. Já. Nei, það er svo skrítið að maður pælar ekkert í þessu Svo allt í einu bara, vá, djú skellur maður, mánudagur á öllum dögum Mánudagur til mæðu Hvað er þriðjudagur? Þriðjudagur til Bara fram á þriðjudagskvöld Já, akkurat Wow, fram á þriðjudagskvöld Þriðjudagar til sælu Já, Ég veit það ekki, já, eitthvað svoleiðis en svo er nú rosa helgi framundan sko, þrátt fyrir marathonið já, enski boltinn að byrja Já, og kallinn. við erum að tala um það að Haaland, hann er að mæta til leiks Er það málið? Er það ekki? Nei,
Haaland að mæta til leiks. Nei. Og herðu, hvað ert þú að segja nei þegar hann með uppstoppaðan þvottabjörn og Dolce & Gabbana, Sicily, tösku? Ertu búin að sjá töskuna eða? Nei. Hann kom úr vélinni sinni, var að lenda aftur eitthvað í Manchester og eitthvað með uppstoppaðan Ég sá þvottabjörnin, sko. Sástu þvottabjörnin? En ekki töskuna. Sástu ekki Dolce & Gabbana, Sicily White og þú vínrautt? Nei, Selfoss vínrautt? Nei, sko, jú, Haaland náttúrulega bestur í þessu liði en ég hef smá áhyggjur að þessu liði, sko. Já. Enzo Maresca eitthvað svona. Já. Kannski hann ekki alveg Pep Guardiola, sko. Nei, þeir eru bókstaflega ekki sami maðurinn. Nei, þótti lítið eins út. Báðir sköllóttir með smá skegg og lágvaxnir og... Þeir hafa svona hort á hlið við hlið og svona. Já, þessi dugar. Já. Ég held að þetta sé að fara að vera rosa breyting, sko. Já. Því að ég hef ekki séð City vera svona, þú veist, á móti góðu liði, vera bara svona já. Þau bara gáðust upp. Já, einmitt. En svo aftur á móti hefur Haaland spilað 4 community-leiki og ekki skorað neitt. Já, en svo aftur á móti hefur hann spilað 8 fyrstu umferð. Það var með 8 mörk í fyrstu umferð. Þannig að kannski hann bara að hita sig upp, þú veist, að því að þú veist, kannski hann núna bara uppstoppaður þvottabjörn. Svo kemur Game Week 1 og þá bara verður hann ekki uppstoppaður. Þá vaknar maskínan og... Þá verður hann ekki uppstoppaður. Nei, ég ætla að taka séns í fantasy allavega og hafa hann ekki í liðinu. Þú ætlar ekki að hafa hann í liðinu, þið verður að joina líkið okkar. Fantasy líkið okkar. Herru, var ég ekki með kóðan hérna? Ég með kóðan. Hann hérna, ZG2VJ. Ég segi þetta aftur, ZG2VJ. Komumst að því hver af ykkur hlustundum bestur eða best í fantasy. Hver veit nefn að sé ykkur velun? Við rettum ykkur velunum. Já, það eru velun, já. Það eru velun. Búningur, jável. Sællbróður búningur. Það sællbróður treyja. Klálega sællbróður treyja allavega. Já, allavega. Það var veistla, sko. Og svo eitthvað meira, sko. Og já, en sko, ég með klæðilegustu treyjurnar, svona, þú veist, tísku fashion, skilur við. Fyrir Premier League? Já, þú veist, af því að við erum að tala um fashion og þú veist, það eru 5 treyjur þarna sem að mér finnst að allir ætti að kaupa sér. Allir. Okay. Þú veist, þú ættir að vera með þetta bara, þú veist, skilur við, þú opnar fataskápinn og það er bara svona, þessi þeirra. Þú veist, hvort sem að þú sért, skilur við, hvaða kyn þú ert, skilur við. Og hvaða lið þú heldur með. Ok, þá er það kannski 4. Ok. 4. Ok. Þannig að þú veist, Liverpool heimatreyjan, hún geggjuð, allir ætti að eiga hana sem að allavega halda með Liverpool. Já. Ok. Það er hún. Liverpool heimatreyjan nýja, hún er rosalega klæðileg. Já, hún er rosalega klæðileg. Og í henni maður. Já, þessi. JJ. Jeremy Jacquet. Já, ok. Svo, Leeds away kitið. Já. Gula. Með retromerkinu og retro Adidas. Gula og hún er retro og fer vel með jakka. Pæltu líka í hvað þessi litlu lið eru byrjuð að vera með miklu nettari treyjur. Já. Þú veist, á Englandi þar að segja. Já. Það var alltaf bara aldrei neitt metnaður settur í minni liðin. Nú er þetta heldur bara innkoman þeirra að hækka svolítið bara út af því að þeir eru að fá nettari treyjur. Því að maður er að kaupa, þú veist, því að fólk er ekki bundið þessum liðum. Já. Að fólk er að kaupa sér þessa treyjur. Já, það er að kaupa sér það og mystery kits. Já, mystery kits. Já, það er aukning í því. Og talandi um svona mystery retro Sunderland, það er það sem ég ætla að segja. Heimatreyjan af þeim, hún er klæðileg og fer vel með öllu og þessi krægi er geðveikur. Meiri segja bara, mér er bara allar 3 held ég hjá þeim. Ég held að þessi allar, ég man ekki hvernig það eru eitthvað núna. Ég sá Xhaka í varatreyjunu, hún var nett líka. Það er með Black Cat, merkið, já, rosalegt merki, rosalega cool og Coventry, bara heima Coventry og hún er blá og hvít rendur en bláu rendurnar eru sjúklega, það er mynstur, geggja mynstur í þeim. Shit. Þannig að þú veist að það er svona. Og hvað, ertu með eitt í viðbót? Var þetta ekki 4? Liverpool, Coventry, jú, og svo er ég með Fulham third kit. Ok. Hún er wild. Hún er einhvern veginn bleik og svona, hún er wild. Nice. Nei, ég meiri segja að meina sko að Hull City sem hafa yfirleitt verið með bara eins döll treyjur að verða. Mér finnst þú bara alveg ágætt núna. Já. Þessi retro-væpið í henni
bara þið skiptu merki og fengur sér retro hullmerkið. Já. Mér finnst það bara betra heldur en bara allar venjulegar hulltreyjur hafa verið. Já. Þannig að þú veist að tísa vantar ekki på tískuna í enska boltanum en verða gæði, það er stóra spurningin. Það er stóra spurningin. Sko. Og þessi sunnudagurinn, ég er svo spenntur fyrir sunnudeginum. Er það? Segðu mér af hverju. Þú verður með harðspyrur. Ég verð með harðspyrur og það verður pappa frí helgi. Ok. Strákurinn farið til mömmu sinnar og já. Ég ætla bara, ég vil opna mér einn Thule léttöl 2,25 bara og leggist í sófan horfa fyrst klukkan 1 formúluna, hollenska Grand Prix. Þetta er bara ekki spons. Nei, þetta er ekki spons, nei. Þetta er hollenska Grand Prix klukkan 1 og ég verð með enska boltan á iPadinum leikinu sem er klukkan 1 á sama tíma. Svo strax eftir að formúlun er búin 15:30, Newcastle Liverpool. Svo bara, við verðum ágríns, við verðum að gera ráðstafanir, sko. Já, og svo bara, þegar hann er búinn, Keflavík IBVF klukkan 5. Þetta er bara, kannski horf ég ekki Keflavík á leikinn, þetta er langur tími fyrir að fara fram sjónvarpi, kannski horf ég á eitthvað annað. Já, hverju ferði ekki bara á völlin? Hann er bara við hliðina. Já, ég fer bara á völlin. Ég fer bara á völlin. Ég fer bara formúlan, Liverpool Newcastle og beint á er þetta HS Orkuvöllin núna, þetta? Já. Held að, beint á HS Orkuvöllin. Já. Keflavík náttúrulega bara í 5. sæti. Já, þeir eru bara í topp málum, sko. Þóttu séum hérna í Sandgerði, þá. Já. Herðu, varst þú á topplistanum áhrifavöldum? Topplista? Já, varst þú á topplistanum hjá áhrifavöldum? Ertu að tala hana, hvað er að græða? Já. Nei, ég sá bara fyrirsögnuna. Hvað var fyrirsögnin? Ég var að fundi á hann og hann syngdi mig fréttina. Ég var bara, fyrirsögnin, Sunneva er með 1.912.000. 1,9 með M. Já. 1,9 M. Á mánuði? Já. Það var góð listi. Og Guðjón Smári í 10. sæti. Guðjón Smári? FN957. Í 10. sæti? Já. Hvað var það með mikið? 1,1 eða eitthvað. Gucci. Það vantar ekki money. Ædolið að gefa maður. Ædolið að gefa, sko. Það er bara stað. Borgar sig ekki að fara í ædolið. Já, akkurat. Þú ert alveg hvort endur þessu Kallibjarni eða Guðjón Smári? Það er ekki málið. Það er náttúrulega leikfélag Keflavíkur. Já, það er leikfélag Keflavíkur, sko. Sæli, sko. Nei, ég var að fara að vera en lista. Var eitthvað annað áhugavert þarna? Það var margt áhugavert, maður. Það er náttúrulega Birgitta Líf þarna. Já, þetta er bara þessi klassísku. Já. Og herra Hnetusmjör er engin áhrifavöldur. Já, Binni Löf. Samt áhugavert, sko, að taka, sko, áhrifavaldalista. Já. En þú veist, mér langar samt að sjá líka hvað hann tónlistamenn eins og herra Hnetusmjör og Jón Jónsson, eru þeir hana? Já, þú veist, það er allir. Nei, já, þú veist. Þú verður að kaupa bara þetta tekjublað. Já, það maður að vera með, já. Svo bara kemur þetta í skömmtum á fjölmiðla. Nei, þú veist, ég verði til að sjá bara hvað þeir fá í spons, ekki fyrir tónleika. Já. Bara sponsin þeirra. Já. Hvort að þeir sé að fá meira heldur en áhrifavaldar fyrir spons til dæmis. Já, einmitt. Bara herra Hnetusmjör pottit að fá massíft fyrir spons. Já. Það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Og svo tala nú ekki grillin sem þið fá gefins. Já, grillin sem þið fá gefins. Helvítis grillin sem þið fá gefins. Já. Heyrðu, pabbi var að gera við grillið. Og er búin að shæna það til og nýr þristijafnari og það var bara gourmet meal hérna. Já, ég sá það. Grilluð mínútustek á nautalunda miðju, skárum það í mínútustek. Þetta er á kjötkompani hérna TikTokinni, ég sá það þar. Já. Ekki spons. Og grillaði hana bara öðrum einn. Hvernig var það? Það var snilt. Var það gott? Ég vil alltaf að gera það með alla mínútustökur, alltaf, núna. Já. Og var það bara svona, var hún bara ekstra rá þá, eða? Ekkert, nei, alls ekki. Hún bara, nei, það er ekkert svona ekstra rá, skilur, þú veist, hún var bara perfectly cooked, bara eins og þú vilt kjötið þitt, sko. Þannig að var þetta bara 4 mínútur á einni hlið og done? Ég myndi segja 3, max 3,5. 3,5? Á sjóðandi grilli. Á sjóðandi grilli, já. Og tókstu þannig trikkið með riðið, kók og Coca-Cola og... Nei, pabbi var bara að græja þetta. Hvernig virkar það trikk? Ég var að reyna það daginn. Með Coca-Cola á rið? Já.
þá bara setur kók á rið og svo getur verið með stálull eða eitthvað. Já, það málið. Stálull og svona aðeins gróft. Já. Og bara kroppar að... Ég miskildi þetta eitthvað og ég var komin með sko, ég hellti svona smá kók í klút. Svona mikrofíberklút. Já. Nei, já, það var svona mjög. Ég var að nutta og ég var bara, það ekkert að gerast. Þú þarf svona aðeins grófara, sko. Ok. Já, þetta gekk illa. Ég fatt að það fljótt að þetta var ekki að fara að ganga. Nei, ok. Herðu, ég með ógeðslega steikt en mjög skemmtilegt. Nú, ok. Varstu búin að heyra nýjasta kollabi á McDonald's? Nei, með kollab? Nei. Kollab á McDonald's? Kollab á McDonald's? Nei, það Godzilla x Hello Kitty. Godzilla x Hello Kitty. Þetta eitthvað eins japanstóða verður bara? Já. Þetta eitthvað svona Tokyo sprengja? Tjekka þetta. Sérðu það? Happy Meal. Godzilla x Hello Kitty. Þannig að þú ert bara að fá Godzilla karaktera sem eru samt Hello Kitty. Þetta basically Hello Kitty í Godzilla búningum. Já. Vá, þetta... Hello Kitty í Godzilla búningum. Þetta eitthvað sem ég bjóst ekki við að sjá í lífinu. Nei, og veistu hvað annað þú bjóst ekki við að sjá í lífinu? Þú sagnar ekki Krispy Kreme? Jú. Fá original glazed. Já, af hverju fóru það? Smá volga. En þetta var samt hættulega gott, sko. Maður hafði ekki gott að þessu. Já, þetta náttúrulega, þú fekst 2000 kall eða eitthvað fyrir risakassa og original glazed og bara, ég gæti borðað 4, sko. Já, ef þetta væri hérna ennþá, þá væri við að fá hérna á Íslandi Krispy Kreme x Pokémon. Nei! Það núna. Pokémon kleinuringir. Af hverju eru þið með original glazed hérna inn á milli samt? Af því þeir eru bestir. Já, þeir eru bestir. En þá þessi hérna bleiki, þetta original glazed með hérna Jigglypuff. Með Jigglypuff. Og, herðu, þessu Pokékúla. Já. Þetta rosalegt. Þetta rosalegt. Vá, maður, ég bara, herðu, það snöggkólnaði núna, maður. Það snöggkólnaði. Sólin farin. Hvað ert þú að vinna með marga rakspíra? Herðu, mjög marga. Nei, ertu komin á rakspíravagnin? Nei, sko, það mér útskýra. Nei, yfirleitt það ég að vinna með einn rakspíra. Já. Ég kaupi mér einn rakspíra. Já. Ég nota hann þangað til hann búinn. Já. Þá fer ég að kaupa mér sama rakspíran aftur. Já. Og ég bara með hann í gangi í heilt ár. Ég hélt þangað til að þetta varð poppað upp á TikTok, og allir þessi rakspíra TikTok poppaði upp. Þá hélt ég að sko maður ætti að vera með einn rakspíra sem væri þinn, sem væri, þú veist, að því að þeir basically matcha, skiluru, þig. Einmitt. Eitthvað. Já, það sem bara myth, skilur við. Já, það bara, þú veist, en svo það myth að lykta ekki öðruvísi, þeir lykta öðruvísi eftir á hvern það fer, sko. Þannig að þú færð alltaf þinn persónulega keim á þetta samt, sko. Já. En ástæðan fyrir því að ég að vinna með fleiri núna, sem sagt, nú bara newsflash, að ég komin með kæristu. Wow! Og það bara... Það big newsflash! Breaking news! Jú, það bara, þetta þessi Sandgerði gerir, skiluru. Það bara fer maður á fast. Það má, þú veist, í svona litlu bæjarfélagi, það svo lítið úrval, fólk stekkur á það. Svo lítið úrval? Nei, ég ekki grínast. Geggjubyrjun! Geggjubyrjun! Nei, ég að meina, sko, fólk að bíða eftir að fá nýjan inn. Þú veist, Sandgerðis... Já, bara fá þig inn. Já, fá inn í samfélagum leið og ég mæti, þá bara hoppa á mig eins og pyrja... Nei. Eins og trippaflugur. Nei, ég ekki grínast. Hoppa eins og trippaflugur. Ég ekki grínast. Það ekkert svoleiðis. En hún var að Hvað varst að segja? Nei, ok, hún var að anyways, að sögunni. Hún var að vinna í svona ilmvatnaverslun. Já. Það sem að það eru, þú veist, svona tryouts. Já. Og alltaf þegar þeir eru alveg að klárast, þá þurfa að taka það og skipta út. Já. Þannig að ég fekk einn daginn bara 7 stykki heim. Bara að einhverju svona botfylli. Já, bara alveg samt svona, skilur. Já, þú getur nýtt þetta. Já. Ég búinn að prófa bara Prada og Versace og Dior. Wow! Þú eru komið uppstoppaðan þvottabjörn bara nú leitni. Já, ég núna með Prada á mér og þetta er að opna heim. Þetta svona, finnum kannski ég setta það í morgun, sko.
Ég finn ekkert. Nei, ég setti það í morgun líka. Ég hafði átt að setja á mig. Hvað maður að setja oft á dag? Sko, ég held að það væri bara einu sinni. Ég reyndar að vinna með einu sinni en stundum ef ég að fara að gera eitthvað eftir vinna. Maður að fara út. Skellir maður. En ég vinn alltaf með, sko, það er hálsinn. Já. Og það eru hendunar hérna. Þú veist, einn á höndina og setja saman. Já. Ég set sko hálsinn, bólurinn, höndina og einn aftan á. Já. Og það er bara svipað keimurinn að elta þig, sko. Já. Máar eru prakkarar. Já, ég sá þetta, Adam Helga á TikTok sagði þetta, sko. Þú ert að setja aftan á hérna. Já. Því að þegar þú lappar, þá fer keimurinn svona fyrir aftan þig, skilur. Þannig að þegar þú lappar fram hjá fólki, þá finnur það meira fyrir keimum. En þetta er bara það sem er að læra á TikTok. Það eru bara allir orðnir einhverjir rakspíra sérfræðingar. Og ég, sko, í eitt augnablik, ég fann lyktina þessum Prada-spíra. Ég hörka, svona vanilukeimur. Og ég er svona, já, ok, nú er þetta, svona byrjar þetta. Já. Svona byrjar að verða rakspíra TikToker. Þú bara byrjar að finna lykt, svo ertu bara svona, hvað lykt er þetta? Já. Vanilukeimur. Svona sætt. Svona eitthvað. Og ég bara svona, nei, ég get ekki farið út í það. Nei, ég ætla ekki að vera TikToker, rakspíra TikToker. Hældi hvað þetta er líka svona steikt, sko, content. Já. Bara að vera rakspíra TikToker. Já, því þú ert að horfa á fólk finna lykt að ykkur og útskýra fyrir þig lyktina. Já. En það er engin leið fyrir þig að vita hvernig þetta lyktar nema að þú farir í verslunina. Ert þú einhvern tímann að horfa á einhvern lykt af rakspíra og hann segir að vanilukeimur að þessu og þú bara, ég er akkurat að leita að vanilukeims rakspíra. Eða þú veist, ég veit ekki hverju er maður að leitast eftir, skilur. Á maður að leitast eftir sætu, á maður að leitast eftir einhverju, ég veit ekki einu svona hvað framandi lykt er, skilur. Það er ekki leið að vita nema þú lyktir það sjálfur, skilur. Er ekki einmitt rakspíra TikTok að koma á perfect tíma af því að næsta skref hjá okkur er einmitt að við fáum eitthvað svona smell samples í gegnum símann og þannig tótt. En deyr þá ekki bara rakspíra iðnaðurinn, eða? Af hverju? Þegar það er byrjað að hægt að replikata lykt bara svona. Ok, þú replikatar lykt en þú verður að gera pay per view. Er það ekki? Er þetta ekki bara eins og content þá? En er það vökvi inn í símanum? Já, þá bara ertu með á síman. Þú ert alltaf með síman á þér. Með vökva inn í honum? Ekki vökva, heldur bara lykt. Bara lykt? Það er bara lykt. Það er svo erfitt að wrap your head around this, sko. Já. Ég bara fattu þetta ekki, sko. Nei. En fólk mun skilja þetta í framtíðinni sem er að hlusta á þetta í framtíðinni. Velkomin framtíð. Velkomin, já, þau eru búin að nota einhverja gervigreind til þess að sækja þennan þátt. Já. Og hlusta á alla. Og þú ert svona gaurinn sem skilur þetta bara ekki neitt, sko. Nei, þú ert svona eins og, það er eins og sé útskýra tölvur fyrir þér bara, skilur, 1930. Flugvélar, hvað ert þú gengin á göflunum? Nei, ég fer með Norrænu. Já. Það er akkurat. Það er akkurat málið, sko. Sólinn er komin aftur. It's so nice. Já, þetta er svona, þetta kom mér ávart, en ég skil að þetta verði nísi hjá einhverjum. Já. En þetta er ógeðslega dýrt sport. Að vera í þessu? Já, dýrt sport að safna rakspírum. Já. Þetta er plássfrekt og bara valkvíði. Já, þú þarf bara heilan skáp, þú eru til ykkar. Já. Þú ert að velja þig lykt á hverjum degi, þetta eru alveg hausverkur. Já. Þetta eru svo eiga bara risa fataskáp. Já. Já. Vel gert rakspíra TikTokarar. Já, þeir eru flottir. Þeir eru flottir, maður. En hérna væri ég til í pott. Þetta er fullkomni staður því að þú ert með sólina allan daginn hérna, sko. Hérna, sko. Hún endar hér inn í kvöldsólinu, sko. Já, það væri ógeðslega næs. Staðan hérna. Ég ætla bara að manifesta þetta fyrir næsta sumar. Pottinn? Já. Já, ég ætla að manifesta pall. Já. Kannski vinna Eurojackpot eða eitthvað. Já. Það væri geðveikt. Það væri geðveikt. Ég var í gjafaleik. Já, heyrðu. Happatreyju og túle og léttöl. Það er alltaf eins og þetta sponsa túle. Túle og léttöl. Mér finnst líka, þarf ég ekki að segja léttöl ef ég er að tala um það. Já, en þetta er náttúrulega ekki spons. Þannig að þú ert bara að tala um þetta. Já, ok. Ég veit ekki hvernig þessu auglýsingareglur virka. Já, þú voru að kynna þér þetta. Já, ég er náttúrulega að fara í mastersnámi. Í þessu? Ok, þú kemst að því þar. Já. En hvað er málið með sjónvörp og snúrur og að tengja þetta í sjónvörp? Þetta er búið að vera bara algjört. Að tengja snúrur í sjónvörp? Þetta er ekki hægt, sko. Af hverju er ekki
Nei, ég er bara að reyna að tengja þér. Ég er bara að setja þér í sjónvarpið. Já, þetta meina af hverju er svona þröngt fyrir aftan sjónvarpið. Hvað er mál við það? Af hverju er ekki búið að gera hólf þar sem þú getur sett höndina inn fyrir? Þú veist, og af hverju er þetta ekki bara innanlega? Já. Af hverju er þetta ekki utanlega sem maður næri í það? Ekkert praktist við þetta. Það er rétt sér sko. Já. Þetta er á öllum sjónvarpum, er þetta alltaf lengst fyrir miðju og þú nærði ekki í þetta nema að taka þetta af. Já. Já. Þetta er ekki hægt. Vá, ég tengi rosalega. Gott take. Það var nú svona bara svona eina pælingin. En svona lokum sko, þá var ég að pæla. Já. Hvort að þú vildir krýta á vegginn minn. Já. Nei ekki? Maður krýta á vegginn? Já. Og hlusta að krýta á meðan? Sko, Hvað er krýta? Þú skrifar bróðir og ég skrifa sæll. Ok. Er það ekki? Þannig að Andri ætlar að krýta bróðir og við fórum að sjá skriftin hans. Þú voru að vanda þig. Ég er að reyna sko. Já. Gerðu það neður sjáu þetta og svona. Af hverju það væri næs ef við myndum búa á tenni eða... Má ég sjá þetta? Já. Má ég sjá þetta? Er þetta ekki flott? Áttu ekki að gera þetta með caps lock? Þú sérð hvað strákurinn minn, hann er að krýta þetta sko. Já. Þetta er bara mjög keimlíkt. 4 ára strák sko. Já, hann er líka búinn að vera að æfa sig með krít. Ég skrifa bara tölvu. Pældu því, það er mjög langt síðan að ég skrifaði eitthvað. Já. Ég skrifa aldrei nema að sé bara í tölvu sko. Nei, mitt. Ok, en það er svona pressa á mér sko. Ég getur verið með töflufundi og alveg sena. Ég veit það. Svona standandi og eitthvað. En ég var að tala um að vera næs ef við byggjum á tenni eða eitthvað, þá getum við alltaf verið með þátt svona úti. Já. En nú er bara að koma haust og... Sko, þá er þetta orðið svona. Skrifa við lópapessu næst. Sæll, það ekki? Já, getur verið. Þú ert að skrifa þetta svo graffari sko. Er það ekki? Ég var að vanda mig sko. Já. Þetta sko, en í vetur þá getur við verið með jólaseríu og þak yfir. Það er ekkert mála gera eitthvað svona þak, já. Það er ekkert mál. Viltu tegna eitthvað fleira á kryddtöfluna? Já, einn bróskall. Eitt bróskall í miðjunni, eða ekki? Já. Nei ekki? Jú. Svona milli þarna. Svona. Auga, munnur. Hanna! Haha! Wey! Þar höfum við það. Æðislegt. Erum við ekki bara... Hann er bara velkominn á palli minn. Þetta er fyrsti þátturinn hér. Já. Spurning hvar við verðum næst að öllum líkindum á mínu heimili. Já. En annars verðum við á þínu heimili. Já. Og sama annars... hvað þá verðum við á okkur heimili. Við verðum á einhverju heimili eða ekki. Já, kannski verðum við ekki á heimili. Það kemur allan á þáttur. Já. Það er ekki víst, þetta er 14. vikan. Þetta er 14. vikan okkar og joiniði fantasy-deildina því að enski boltinn er að fara að byrja. Og það verður velun. Follow okkur TikTok, follow okkur Instagram. Já, follow okkur út allt og styrkið Andra Pieta í Andri Snær Sölvason í hlaupinu. Hlaupastyrkur.is Hlaupastyrkur.is og síðan bara... Það er alltaf von. Það er alltaf von. Já. Vertu sæll, bróðir. Sæll, bróðir. Not live from Sandgerði, hlaðvarpið Sæll bróðir.